Já, komið sæl aftur og velkomin í föstudagsþáttinn. Þennan fyrsta föstudagsþátt á nýju ári. Árið 2018 merkilegt fyrir marga, meðal annars fyrir knattspyrnufélag Akureyrar KA sem að fagna 90 ára afmæli og þau eru hingað komin í sófann til mín. Hrefna Torfadóttir, formaður KA og Siguróli M. Sigurðsson, íþróttafulltrúi KA. Verið velkomin og til hamingju með afmælið. Takk fyrir það. 90 ár og mikið samofið sögu Akureyrar. KA án Akureyrar og Akureyri án KA. Það er bara ekki hægt að hugsa sér það. Nei, það er ekki hægt að hugsa sér. Nei. Ég er sammála því. Ég er alveg sammála því, sko. Já. Hvað stendur upp úr á þessum 90 árum? Ég veit þetta er stór spurning, en svona ef þú myndir draga það saman svolítið. Sko, ég held að eitt af stóra sem að félagsmenn hafa gert, það var að byggja félagsheimili okkar fyrir 30 ára síðan. Er hún 30 ár? Já, við heldum upp á afmæli í sumar, 30 ára afmæli. Hverju eiginlega breytti það? Hvað gerðist með félagsheimili? Sko, þetta breytti náttúrulega gífurlega félagsaðstöðunni. Þarna er sem sagt, sko, við erum með fundarsali, þetta voru samkomusalir og allt, sko, deildir eru að koma þarna, stjórnir deild að koma þarna að funda. Við erum með fólk eða menn sem koma á sunnudögum alltaf í kaffi og það er svona fleira og fleira og það bara að sko koma inn í heimili, þetta er okkar heimili, okkar KA-manna sko. Þannig að ég myndi segja að það breytt alveg gífurlega miklu fyrir félagið og svona þjappaði ennþá meira saman sko, að hafa þarna sína föstu aðstöðu sem að félagið á sjálft sko. Siguróli, þú fæddur og uppalinn bara í KA og þá væntanlega KA-heimilinu. Manstu einhvern tímann eftir þessu öðruvísi heldur en? Nei, þetta hefur alltaf verið alveg ofboðslega stór hluti af mér og minni fjölskyldu, bara hverfinu yfir höfuð. Mann hefur verið svona 6 ára gamall að koma út í KA-heimilið með pappa í kaffi á sunnudagsmótnum eða til þess að horfa á enska boltann inn í fundarsal og maður hefur alltaf einhvern veginn, alltaf verið velkominn þarna og svo svona eldri árið þegar maður fór að drekka kaffi, að koma að fá sér kaffibolli í KA-heimilinu, þetta er ekki síður en þitt besta kaffihús. Þannig að þetta eru margar kynslóðir sem eru að hittast þarna. Já. Og hvernig til dæmis er sögunni haldið við? Hvernig rifjið þið sögunni? Já, sko, mér finnst nú eiginlega bara sagan vera þarna, sérðu. Við erum með fullt af myndum um alla veggi og eins og ég segi, maður finnur, mér finnst ég finna bara fyrir sögunni. Og svo er náttúrulega eins og segir, það koma þarna margar kynslóðir og fólk er með, sem sagt, misjafna þekking og þessir sem eru eldri, þeir vita alveg heilan helling, sko. Og eru kannski að svona deila gömlum sögum, er það ekki? Er þetta ekki eins og veiðimenn sko segja frá laxinum sem hann var bara á við hval, eða hvernig er þetta? Það er svona bæði og, sko. Já. Það er svona oft ef maður þarf að eins og til dæmis fyrir mig, ef ég þarf að skrifa eitthvað, þá leita ég gjarnan til eldri félaga til þess að fá sem sagt upplýsingur eitthvað sem gerðist þegar ég var annarkvort áður en ég fæddist eða þegar ég var lítil eða eitthvað svoleiðis, sko. Þannig þú ert líka fædd inn í KA? Ég sko, bæði og, semst, ég meira segja ég bjó reyndar í Kanada þegar ég var barn, sko. Og þegar eftir við fluttum til Íslands þá byggum við fyrst út í þorpi en svo upp á Brekku og ég labbaði mig bara sjálf, bara smástelpa niður til hans Halldórs heitins Úsmiðs, þannig gamla, og skráði mig í KA. Já, hvað varstu gömul? Ætli ég hef ekki verið svona 10 ára. Já, ákveðin í því. Já. Sko, fyrir þá sem ekki þekkja þessa sögu og búa ekki á Akureyri, þið talið hverfin, sko, hvernig skiptist Akureyri í KA og Þór? Ég má alveg nefna Þór, er það ekki? Jú, vissulega máttu gera það. Sko, þetta hefur náttúrulega alltaf verið þannig að Brekkan er sem sagt KA-svæðið, þorpið eða Glerárhverfið hefur verið að megnun til Þórssvæði og svo hefur mér fundið sko Eyrin og innbærin skipta svolítið. Hvað finnst þér það ekki? Jú, Eyrin hefur kannski verið meira í Þór og innbærin meira hjá okkur KA-unum og það er svona oft talað um að Gleráin skipti þessu svolítið og það heldur sér ennþá. Það gerir það sko. Eru þið svolítið svona Þór og KA, er þetta svona eins og bræður eða? Já, ég myndi segja það. Og þið eru nú greinlega, þið eru yngri bróðirinn allavega. Við erum yngri bróðirinn, já. Já, en við erum samt stærri bróðir. Við erum samt töluvert stærri, já.
Þið er alveg upp undir 2 metrar. Er rúmlega það, sko, rúmlega það. Hvað er þið með? Bara hvaða margar deildir? Hvað er Káa í dag? Káa hefur fullt af greinum. Við erum með fótbolta, handbolta, blak, badminton, tennis og júdó. Já, rúmast þetta allt hjá okkur? Já. Og svo erum við með, við heldum við sem að sigla í svona 1800 iðkendur. 1800, já, sem að er að iðka íþróttir hjá Káa. Og þið með einhverja stefnu að ná einhverju ákveðinni tölu eða? Nei. En Akureyrarbær hefur hins vegar svolítið hjálpað okkur við að stækka með að byggja í suður og með austakverfi og tilvonandi hagakverfi að þá heldum við félagið okkar ósjálfrátt áfram að stækka. Já. Sem er bara magnað og við erum að sjá mikla aukningu nánast á hverju ári hjá okkur í fjölda iðkenda og fjölda félagsmanna. 1800. Hvernig er aðstaðan? Farið aðeins yfir það með mér. Nú, við erum til dæmis með gervigras sem að hefur gjörbreytti aðstöðunni hjá okkur, alveg sko gífurlega. Já. Og það fjölgaði iðkendum við það. Og það er semst upphittað, þannig að ef að tíðin er góð þá getum við notað að nánast allt árið. Sem það er mjög skemmtilegt að koma upp í Káa og sjá krakka í fótbolta miðan vetur. Já. Nú síðan er íþróttahúsið sem að bærin á og við nýtum og það er fínasta aðstaða að sett nýtt gólf þannig 2010 og það var orðið ónýtt, töluvert ónýtt mér sér, gólfið sem fyrir var og þannig að síðan sko höfum við í hyggju og erum með svona framtíðarplönum að stækka hjá okkur til þess að geta til dæmis komið júdóinu inn til okkar og jável bætt við fleiri deildum, sko. En svona við verðum eiginlega að fá aðeins að vita hvað þið ætla að gera á afmælisárinu. Það blasir við að það verða hátíðahöld núna hvað 13. Er það ekki? Byrja á sunnudaginn, sko. Þið byrja á sunnudaginn. Eins og góðu afmælisbarni sæmi þá höldum við 2 veislur. Já. Það er annars vegar á sunnudaginn klukkan 2 upp í Káa-afmæli. Þá erum við með svona okkar árlega, við höldum upp hvert einasta afmæli og þá erum við með kaffihlaðborð og við erum þekkt fyrir glæsilegt veisluborð á kökum og það er svona hefðbundin dagskrá þar sem rennt yfir starfið hjá okkur undanförnum ári og síðan veitum við svokallaðan böggubikar sem er veitt efnilegu og svona framúrskarandi ungu íþróttafólki hjá okkur og síðan erum við alltaf með ræðumann dagsins og síðan sest fólk niður og spjallar og fær sér kaffi og kökur. Þetta er á sunnudaginn núna? Þetta er á sunnudaginn núna, 7. klukkan 2 upp í Káa-heimili. Ef ég má aðeins grípa inn í, mér langar svolítið að segja aðeins frá böggubikarnum. Já. Því að Gunnar Níelsson og Ragnhildur Jósefsdóttir og þeirra börn gáfu til minningar Sigurbjörgu Níelsdóttur, böggu okkar upp í Káa, systur Gunnars. Og þetta er semst farandbikar sem að eins og Sigurólfur segir að efnilegt og framúrskarandi ungt íþróttafólk fær, sem sagt þau eru frá svona 16 til 19 ára. En það er ekki bara þessu framúrskarandi í íþróttinni, heldur framúrskarandi félagslega líka. Það skiptir máli í hópíþrótt. Sannarlega. Og svo verður haldið áfram með veislu eftir árinu, eða hvað? Já, svo er partí hjá okkur, risa veisla og sennilega fólk er farið að tala um partí ársins, jafnvel partí áratugurins, strax áður en að það er haldið. En það er núna 13. og það er haldið í Káa-heimilinu líka og þar verður glæsileg dagskrá. Við munum tefla fram vandræðaskáldum, Eyþór Inga, Siggi Gunnars, verður veislustjóri, Hamrabandi leikur fyrir dansi og síðast en ekki síst okkar eini sanni Páll Óskar sem hefur mætt á undanfærin afmæli hjá okkur og haldið upp í fjörunni langt fram á rauða nótt. Enda mikill Káa-maður. Já, svo segir hann allavega. Já, reglega. Það var gaman að fá ykkur og ég óska ykkur enn og aftur til hamingju með árið og vona allt gangi vel og við ykkur segi bara áfram Káa, ekki satt, og við höldum áfram hér í föstudagstættinum eftir stuttastund.